Nú annars vegar veitir félags tamningamanna hér fjöðurfélagsins sem veitt fyrir einstaka sýningu og hins vegar reiðmennskuverðlaun félagsins sem eru sett saman af fleiri þáttum á stórmóti. FT-fjöðurina. FT-fjöðurinn stendur fyrir frábært samspil, mikla jákvæða orku undir stjórn, lipurð og léttleika. Okkur sönn ánægja að veita Kristjáni Árna Birgissyni FT-fjöðurina fyrir sýningu sína á séns frá Bringu 7 vetra sem hann stýrði svo fallega til sigurs í dag í barnaflokki. Svo við köllum Kristján Árna hér í braut. Sýnist að vera þarna ríða af stað. Og þarna kemur hann sigurvegari barnaflokks á fjórðungsmóti 2015 og núna handhafi fjæðrar félags tamningamanna Kristján Árni Birgisson með hestinn sinn séns frá Bringu. Það þarna Súsanna Sand Ólafsdóttir sem stígur fram og veitir honum fjöðrina. Og þegar myndasmiðirnir hafa tekið mynd með brekkuna í bakgrunn, þá myndi okkur langar til þess að biðja Kristján Árna að snúa sér hérna að brekkunni og ég vil þá ekki gefa honum gott klapp. Til hamingju Kristján Árna. Og ég vil ekki biðja Kristján að bíða meðan við fáum seinni verðlaunahafann inn á völl, jú. Reiðmennskuverðlaun félags tamningamanna standa saman af ýmsum þáttum, framúrskarandi reiðmennsku og framkomu á mótinu öllu. Við fengum ábendingar frá gæðingadómurum, kynbótadómurum, sýningarstjóra og öðru starfsfólki í þessu vali. Það okkur sönn ánægja að veita Bergi Jónssyni þessa viðurkenningu fyrir frábæra reiðmennsku. Einbeiting, yfirvegun og sanngirni í reiðmennsku skín í gegn. Einnig tala starfsmenn mótsins jákvæðni, kurteisi og prúðmennsku í þeirra garð. Innilega til hamingju Bergur Jónsson og vertu velkominn hér í braut. Á henni Kötlu sem í gær sigraði Költið og í dag annars sæti B-flokki. Við höfum ekki að fagna Bergi vel. Hann hér á heimaslóðum á Ketilsstöðum og völlum. Hann sé búsettur í syðri Geggneshólum núna. Og það sem fyrr, Súsanna Sand Ólafsdóttir. Sigurður passar fánan á meðan, hann þarna líka varaformaður félags tamningamanna. Reiðmennskuverðlaun félags tamningamanna féllu í skaut Bergs Jónssonar á þessu móti, innilega til hamingju með það. Og við erum með eina viðurkenningu enn og það er félag í Freyfaxa. Ekkert íþróttafélag á sér sögu eða getur starfað í áranna rás nema eiga innan sinna raða félagsmenn sem vinna fólksfúst starf og eigingjarnt starf sem unnið af tilfinningu og til að verða samfélaginu til gagns. Við Freyfaxa fólk erum svo heppin að eiga slíkt fólk innan okkar raða, en þau eru að þýða þarna fyrir okkur heiðursring.
Kristján Árni Birgisson og Bergur Jónsson, Sjens frá Bringu og Katla frá Ketilsstöðum sem við stýrðum svo glæsilega hér á þessu móti. Við vorum þeim að njóta sín áður en við höldum áfram með Takk fyrir. Í marga áratugi hefur starfað að félagsmálum í Hestamannafélaginu Freyfaxa. Hann hefur komið myndarlega uppbyggingu mannvirkja, girðinga og framkvæmda hér á Stekkhólmasvæðinu. Einnig hefur hann starfað í stjórnum og nefndum svo lengi sem okkar elstu og rosknustu menn muna. Guðmundur var lengi vel formaður og reyndist okkur vel. Ennþá lætur hann málefni líðandi stundar og Hestamannafélagsins varða og mætir á aðalfundi og á þá viðburði sem Hestamannafélagið stendur að. Við erum stolt af því að fá tækifæri til að veita Guðmundi þakklætisvott og heiðra hann hér í dag með því að afhenda honum handmálað listaverk af hrissu sem Guðmundi hjartfólgin og mun vera fyrsta hrissan sem Guðmundur eignaðist. Hún hét Mósa frá Hoftegi á Jökuldal. Guðmundur Þorleifsson, hafð þú heilar þakkir fyrir æviframlag þitt í þágu hestamennsku og samfélagsins hér á Fljótsdalshéraði. Lifðu heill. Standa upp og heiðra þennan heiðursmann, Guðmund Þorleifsson.